Góðan daginn, skákmeistarar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra lyftandi sóknarskákir, aðeins að breyta út af vananum og ég ætla að byrja hérna á skák sem var teflt í kínverskri deildakeppni árið 2017. Það er Bai Jingzi sem er hvítt og á móti heimsmeistarunum Ding Liren sem er svart. Og við skulum vinda okkur í þetta. Það er Nimco underscore og Jingzi lék rittar F3, hrókering, biskup G5, þetta er nú alveg þekktar teóriur, C5, E3, hrókur G1 er svona meira mainline, ég er nú engin expert í þessu en þetta er bara nokkuð traust að báða og hérna drap Ding Liren á D4 og andstæðingur hans kom með athyglisverðan leik, drap með drottning á D4 sem er sjaldgæft. Edripur D4 hefur flest mörgur sinnum D5 meðal annars í skákinni Kalser Nakamura árið 2016 en ja, þetta er bara svona staða eins og maður segir. Drottning upp D4, rittar C6. Hér lék Jingzi D3. Drottning H4 kannski virkar svona eðlilegur leikur. Ekki að ég ætla eitthvað að gagnrýna 2600 þegar stórmeistarar frá Kína en þetta gæti helst einhvern veginn svona og staðan er bara hnífi öfn held ég. Það sé sjálfsög engin vandamál í svörtstöðunni, þetta er kannski ekki nú svona mikil ágaf í hvítu taflmörkunni en Drottning F4 kom líka til greina. En hann leikur D3, H6, biskup H4, D5, hrókur D1. Nú hugsanlega gat hann langkrókir en þá held ég að biskup E7 sé hvítleikur og ef hann er bara D5 með riddara. Tölvuforritin er mjög hrifin af svörtstöðunni hér. Hrókur D1, G5, athyglisverður leikur. Ding fer í svona hvassasta framhaldið. Það er oft verið þannig með kínversku skákmenn að þeir eru oft gríðarlega taktískir og þegar Ding var upp á sitt besta þá var hann svona hann náttúrulega alhliða skákmaður en mjög taktískur myndi ég segja. Og Wei er til dæmis líka mjög taktískur. G3 og rittar 1-4. Þetta er breytt dálítið kvast. Og rittar D2 líklega besti leikurinn en ef hann leikur biskup E2 þá svartur bara með ágætis stöðu hér. Þetta er hann G5, hrókering, drepið og getur drepið á C3 með drottningu. Og það er jafnvel allt í lagi að drepa á A2 líka. Þó að hvítur sem biskupar og þá er svartur bara rock solid hérna. Piðin yfir. Hann er rittar D2, rittar C5, drang C2 og nú hefjast svolítið læti. Og D4 og Ding var það eiginlega að sjá fyrir sig hérna í þessaristu framhaldið. Rittar F3, sannlega besti leikurinn. Það er auðvitað besti leikurinn að leppa D4 piði, E5, uppfrábúlumerki. Og hann draf með rittar á E5. Og það er eiginlega no turning back hérna sko, þegar hann leikur hérna D4 þá er hann auðvitað að pæla í þessu. Tildrapið C3 uppfrábúlumerki.
fórna drottningunni, C-trippi B2, skák. Og hér gerði Jinsi líklega mistök með að leika kóngur E2. Betra var hókur D2 fyrir skákina. Ekki eitthvað svona, biskup G4. Já, hókur D8 kemur líka til greina. En svartur augljóslega með bætur fyrir hérna, náttúrulega kóngurinn á D2 er dálítið shaky og hrúkurinn og opin línu og riddararnir eru nálægir. Mjög nálægt, til dæmis gæti þessi B4 reyti verið ansi freistandi. Já, og það er erfitt fyrir hvítan tölvu allavega til vinnings hérna. En anstæðingur hans lék hann lék hérna kóngur E2 sem var uppæðið af miklum harmleik en glæsilegri skák fyrir Ding Liren. Hrókudreppi D8 og þetta peð þarna á B2 er náttúrulega mjög pirrandi fyrir hvítan, það skiptir bara í drottningu og hrókur D2 er alltaf hótun með skák. Það drap peðið. Það er auðvitað skiljanlegt að hann vilji loka sér við það. Riddari A4. Góð leikur. Riddarinn frá C3. Riddarinn C2. Og hér er ágætt að stoppa og ég myndi segja að þetta verður svona ágætis bara æfing að finna besta framhald svart hérna. Það er bara gott að setja þessa stuð upp á tabborði og spreyta sig á þessu í huganum. Ekki vera að leika kannski leikjánum á borðinu, bara taka svona æfingu. En besti leikurinn er hrókur D4 sem hann leik og það eru 2 próbanmerki. Hann hótar náttúrulega G4 skák og mát. Og það má ekki drepa á D4 út af riddari drepa D4 og drepa svo C2. Þannig að hvítur leik H3 og valdaði G4 reitin. H5, góð leikur. Biskup H2, býtir reitt fyrir kónginn á G3. Og hérna er ágætt að stoppa og spreyta sig á þessari stuðu, hvernig heldur svartar áfram. Og svarið við því er hrókur D2, upprópunarmerki. Það er alltaf þessi þema hérna, en má ekki drepa og kemur riddari E4 skák, drottningin af. Drottning B3, riddari inn á 4, kóngur H4, biskup E7 skák. Drepið, kóngur G7. Það kemur svona það er gaman þegar leikið er svona rólegum leik í mátsóknum. Stundum þarf að finna bara svona yfirvegað framhald og í rauninni er bara svartur með í huga að fara með hrókinn á H8 eftir að hann fer með biskupinn út, til dæmis H8 mát. Og það er með kónginn G7 og opnar hann fyrir H8 reitin. Hvítur leik biskup F4, biskup F5. Biskup H6, kóngur H7. Drottning drepur B7. Hvítur gat reynt. Riddari drepur C6. Það endaði í máti hérna. Snyrtilegt mát.
og hér lék Ding hrókutur bara F2 sem frábærleikur. Það ótrúlegt hvað sástukallarnir vinna vel saman. Þetta bara svona eins og góð symfóníuhljómsveit. Þetta G3 mátótun síns mér. Og það svona leik Hvítabirkur G5 fara fyrir biskupinn, hrókur H8, annar sterkur leikur. Þetta F7, biskup G6 og hér ágætt fyrir þann sem að horfa á þetta vídeo að spreita sig á þessari stöðu, hvernig klárar svartu dæmið. Og svarið við því þetta 1-5 skák, kóngur G7 og mát. Þannig að þetta var algjört meistaraverk hjá Ding Liren í sóknartaflmennsku og það svolítið leiðilegt hvernig komið fyrir honum. Hann einhvern veginn skugginn af sjálfum sér eftir að hann var heimsmeistari í skák en hann þarf bara einhvern veginn að finna sig aftur og þá á hann ágætis möguleika á móti Guges. Já, þetta fyrsta skákinn og þetta var mjög skemmtileg skák, þess vegna valdi ég hana. Já, skák nummer 2 skák milli Judith Polgar og Ferenc Berkes. Berkes sterkur ungverskur stórmeistari. Þessi skák frá 2003, þá var Judith Polgar með 2715 elostig og var náttúrulega grjóthörð og mjög hvöss. Þetta mjög hvasst og skemmtilega. Og var svona kringu topp 10 á sín tíma og þetta langt besta skákkona sögunar að mínum mati. Nú, það frönsku vörn, biskup G5, þetta svona eitthvað varfarnirlegt afbrigði á fastandra með biskup á F6, það nú kvartsaradreif með P. Þetta F3, hrókiring, þannig T2, þetta D7. Það allt saman gerst áður og hérna komum við nýja leik og var greinilega vel undirbúinn. Leik hérna riddari EG5, hótar H7, H6, biskup H7 skák. Það mjög mikilvægur leikur það mjög mikilvægt í framhaldinu að fá kónginn á H8. Biskup 1-4, hótum á A8. Og hér lék svartur H-drepi G5 sem var algjör katastrófa eins og mun kom í ljós. En hrókur B8 hefur svarað með H4. Það eitthvað framhald hérna skákkeringum. Og hvítur vinnur. Og tónleik F4 hérna. Við sló. Hugsanlega hafði Berkes yfirsést hérna G4 sem höfuðbrókunarmerki. Brilliant leikur. Og hvítir ætlar að opna H-línuna og fara einfaldlega að máta svartan. Og þó hvítur væri í tempó í G4 þá getur ekki svartur auðvitað stilt upp varnar setupi. Það er alltaf voni á þetta, hann þarf að gera eitthvað í því byrja á því. Þannig að hrókur B8, H4, opna H-línuna. Berkes lék G6, ef hann hefði drepið þá þetta geta orðið ansi hættulegt fyrir hann. Hrókur D1, það standa til spjóta á svarta kóngnum. G6 getur farið að vera hótun, þetta var K5 skák. Þannig að hann lék G6, H-drepi G5, kóngur G7, tónleik F4. Og hvítir að horfa hérna með H2-ritinn.
hugsanlega seinna. Svo líka hægt að fara partur á út erfitt vík einfallega. Biskup B7 leikann og tapaði, en hrókur H8 var kannski betri tilraun. Það sýna hvernig það getur telst. Riddari E5. Og hér drottningin að koma H2 og það einfallega mát framöndan. Biskup B7, hrókur H7, brilliant leikur. Kóngur drepur H7. Frank H2 skák. Kóngur G8, hrókur H1. Það skipti engu máli þá hann hefði farið á G7, það er bara skáka H6 og síðan hrókur H1. Drepur G5, F4 og svartur gart upp. Þannig að þetta var mjög nett skák og Judith Polgar og hún var greinilega vel undirbúin í þessu syns mér. Já, þá er það skák nummer 3. Þriðja skákin er skákin Beata Svagintsev, telt árið 1995. Við skulum skoða hana. Það byrjaði á D4 og E6. Svo breytist þetta í svona meran stöðuppstillingu. Ég leikast bara svona jöfnum hraða. Og C6 og E3. En byrjanir voru náttúrulega árið 1995, það er að þróast náttúrulega gríðarlega mikið. Svona eftir tölvurnar verður svona sterkar. En ég er sýnist að skák fyrst og fremst út af sóknartilburðunum og mjög flott hvernig svartur elti hvíta kónginn í þessari skák. Þetta byrjar nú allt rólega. Hvítur leikur hérna E4, allt nokkuð eðlilegt og sannlega var B3 líka leikur. Já, þetta virkar allt eðlilegt á mig allavega. D5. Það er að fara yfir þetta svona á jöfnum hraða. A6 valda B5 réttin. Þetta er H4, hvítur vildi fara með réttin á F5. Mótar á F8. En svartur er náttúrulega mjög traustur hérna. Biskup D6, fótar H2, opnar E-línuna. G3, B5. Og nú er kannski svartur komið aðeins betra. Nú er pressa á D5P. Riddari getur farið á E5. Riddari 1-4. Riddari E5 var jafnvel ennþá sterkari. En þá hefur við hugsanlega ekki fengið þessa skák sem er mjög glæsileg. Og nú fyrir að hóta hann kannski dróning H3. Hrókur D8. Biskup G2 og nú hefjast lætin. Drepur F2. Þá er svo drepið á E3. Þá hefur G4 réttin fyrir riddarann. Þetta er svona eins og góð sinfonía. Drepum á H2. Og hvítur að fara tilbaka, svo fyrir aftur á G4. Og hérna hefur við alltaf dróningu E6, það er leppur á D5 og hótum á E3. Hrókurinn getur farið á E8, eins og hann gerði. Frank C4 og núna klárar hann þetta mjög glæsilega. Fórna drottningunni. Það þurfti náttúrulega að reikna þetta vel út hérna. Það myndi nú ekki bara að vera drottning undir, en þetta er allt, stóðst allt hjá honum.
Nú kemur rúsinn í bílsendanum, H6. Hrókur 1-5 og hóta máta H5 og biskup F8 og hvítur gaf. Hvítur fórna drottningu og hrók, þannig að þetta sérlega glæsilegt. Og síðast skákin skákin Serper Nikolatic frá árinu 1993 sem mörgum þykir mjög glæsileg. Ég ætla bara að sýna hana. Og þá vindum við okkur í þetta. Þetta byrjaði svona með enskum leik en fór yfir einhvers konar kóngsinderska vörn. Það er erfitt að finna eitthvað nafn á þetta. Nú er þetta komið í kóngsinderjan. Nú er þetta G3. Þetta er nú kannski ekki algengasta setupið á hvítum en svo sem kannski meikar alveg sens. H5 hótar H4. Svartur býður aðeins með það. Ég held að C5 hafi kannski verið mistök en það kom ekki að sök. Núna verður riddarinn hjá hvítum að fara H1 sem er nú kannski ekki alveg frábært svona en þetta er nú alveg þekkt í þessum stöðutímum. E5 svartar allar með riddarinn á E6 hvítur pressar á drótningavæng og núna hefst veislan. Riddari D5 skemmtilegur leikur. Núna fær hann 2 samstæð frípeð og svartur ekki ennþá búinn að hrókir út af riddari F8 þá leikur hann F5 leyfir sér bara að rúlla. Nú kemur annar flottur leikur biskup B5 fórnar öðrum kalli og er þá komið 3 samstæð frípeð. Er hann næri 1 bet tilbaka og svartur með 2 kall upp í hrók en hvítur með sterk frípeð. Hvítur mælur saman með biskupinn á E3 hrókunum er sterkur á A7 núna. Nú skulum bara sjá hvernig það teldist. Þarna fórnar á skiptamun. Drottningin sterk á D5 hóta drótning E6 og hóta C6 líka. Nú átum við máti á F7. Drótning 1-8 er að fara að koma og þá þarf að finna hvernig að klára þetta. Svona smá skákþröngt og hrókur F7 gerir það. Glæsilegur leikur. Og þá á alltaf að leika D7 eftir drótning E8. Og svo það er smá tækni til að klára það. Þetta er svona skák sem margir voru mjög hrifnir á sínum tíma. Nú er C6 hann dreipur á B7 þá dreipur hann baka og hvað er ég að byrja? Leikur þetta C7 E2 hótar á E3 hótar á E2 skák á D5 og nú hótar svartur E2 skák þá þarf nú að gera eitthvað í því. Þannig að við fórnum bara drottningun í hrókin og fáum okkur drottningu svo C8 syns mér vera lausnin á þessu. Það gerði það hérna. Svo er þetta bara svona tæknilegt atriði núna, passa sig á smá trikkum.
skák á B6, getur fyrir að vera ofan í á G6, þannig að aðeins passa okkur á E2 skák að drepa ekki á E2 og það verður F4 skák, kóngur drepur F2, já og svartur gaf eftir kóngur 1-1, þannig að þetta var mjög svona töff skák, mjög flott hvernig hann nýtti sér mómentið hérna og þetta er náttúrulega ónákvæmt hjá svörtum að vera leikari F8, það er ekki tími í svona dúllur, svo kom þetta bara allt eins og stormur og þetta var allt mjög skemmtilegt. Ég þakka fyrir í dag.